byrja með þessum fráleitu útlendingalögum 2016 hér á landi, að menn sem sagt búa til þetta raunlega opna landamærin þannig að allir komið sem biðjum hæli fá einhver efnismeðferð og svo bara flæðir fólk inn landi og fólk eru búin í miklu meiri réttindi sem slíkir heldur en í flestöllum öðrum Evrópuríkjum og eðlilega fór sem fór. En þá menn líka búin að gleyma hvernig var staða þessum málum áður á Íslandi. Ísland var frægt fyrir það að vera með bestu móttöku flóttamann í heiminum. Það var tekið á móti kvótaflóttafólki svokölluðu og sem var það fundinn hópur og það var meira þess að leita, allavega var það upprunalega þannig að það var leitað að fólki sem að jafnvel hafði menntun sem að vantaði í landið, það var líklar að geti fundið sér vinnu og geti komist vel af, sem þetta gagnkvæmur ávinningur samfélagsins og viðkomandi og eins vel undirbúið og mögulega hægt var með túlka og hverskins þjónustu og húsnæði Þannig að við fórum frá því að vera með flottustu móttöku í heimi sem var þá bara vel kontrolleruð yfir bara í eitthvað ruglkerfi